heiti Sofía og þetta EAS þrekmótaröðin. EAS þrekmótaröðin gefur spræku fólki á öllum aldri nýjan vettvang til að setja sér markmið, æfa af krafti og etja kappi við aðra í 4 ólíkum en skemmtilegum þrekkeppnum sem eiga það sameiginlegt að reyna á ystu mörk þreks, styrks, þols og snerpu keppenda. Komið í sæl, hér erum við stödd á Under Armour Íslandsmótinu í CrossFit en CrossFit er einmitt næsta mót í þrekmótaröðinni. Þetta Íslandsmót er fyrir lengra komna en mótið í þrekmótaröðinni er fyrir alla, jafnt byrjendur sem þá sem eru búin að æfa lengi. En við skulum líta aðeins á þessa CrossFit keppni hérna og kynna okkur út af hvað CrossFit gengur. Hér höfum við Leif Geir Hafsteinsson en hann er eigandi og yfirþjálfari CrossFit Sport og jafnframt mótstjóri fyrsta Under Armour Íslandsmótsins í CrossFit sem haldið var í sporthúsinu nú helgina. En Leifur, hvað segirðu mér? Hvernig gekk? Það gekk bara vel og flott mót, 5 vott og í kvennaflokki sigraði Annie Mist Þórisdóttir nokkuð örugglega og sigurvegari karla var James Golden frá CrossFit Hafnarfirði. En segðu mér, hver er munurinn á þessu Íslandsmóti sem var núna helgina og síðan mótinu sem verður í þrekmótaröðinni 21. maí? Þetta mót var hugsað þannig að okkur langaði til að halda CrossFit mót þar sem að við fyndum besta íslenska crossfitaran í karla- og kvennaflokki. Sem sagt sérhæft CrossFit mót þar sem við buðum inn topp 16 köllum og topp 16 konum. Þetta mót var ekki gírað inn á almenning eins og þrekmótaröðin er, heldur bara inn á í gæsalöfum elítuna í CrossFit. Þannig að í þessu móti leyfum við okkur hluti hvað var að þyngd og álag og slíkt sem við myndum ekki leyfa okkur í þrekmótaröðinni. En það er CrossFit mót af þessu tagi alltaf sérhæfðara heldur en þrekmótaröðin sem reynir að höfða til breiðs hóps fólk sem er í góðu formi og vil finna sér eitthvað svona vettvang til að keppa á. Við erum stödd í Altis í Hafnarfirði, en Altis er umboðsaðili Under Armour á Íslandi. En Under Armour er einmitt einn af styrktaraðilum EAS þrekmótaraðarinnar.
Hjá mér stattur Einar Sigurðsson hjá Altis. Hvað segirðu Einar? Hvers vegna ákveðuð þið að styrkja þrekmótaröðina? Í þrekmótaröðinni hópar fólki sem stundar bootcamp og crossfit að miklu krafti og gríðilegum átökum og fatnaður frá Under Armour hentar þessu fólki mjög vel. Og þarna eru aðstæður sem eru erfiðar, það útiæfingar, það inniæfingar, þannig að þetta fatnaður sem klárlega á heima í þessu fólki. Og þau hafa tekið þessum fatnaði mjög vel og við erum mjög ánægðir með þetta samstarf sem hefur verið. Þú segir að þessi fatnaður sé góður við erfiðar aðstæður. Hvað áttu við? Það Under Armour með 2 gerðir af fatnaði. Það Cold-Gear fatnaður og Heat-Gear fatnaður. Cold-Gear fatnaðurinn hentar mjög vel bootcamp, crossfit, en þess að það mikið að útiæfingu líka. Og þá mjög gott að vera í Cold-Gear fatnaðunum, en þess að markmiðið að losa þig við svitann. Sviti á líkamann, það það sem kælir okkur. Og það eitt af eiginleikum á þessari flík að mjög fljótur að losa þig við og hann fljótur að þorna. Og það langbest að sýna það, heldur en að segja það. Þannig að við skulum bara gera smá test hérna. Setjum tölvöld mikið vatn hérna, og pröfa núna að þreifa yfir þetta. Finn ekki neitt, ekkert. Innarlagið alveg þurrt og rakinn allir komin utan. Já. Svo erum við með fyrir aðra aðstæður. Þegar það heitara, ef fólk bara að stunda inni, þá mjög gott að vera í svona. Báðar þessar flíkur svona compression, þrýstifatnaður og það hjálpar til við æfingarna, gott að halda þrýsting á vöðvum og losa þig við svitann og það heldur jafnari hitastigi á líkamannum. Og svona þrýstifatnaður, hann þarf að geta þolað mikið og hann geta teikst í allar áttir. Þannig að mér langar að sýna þér hvernig við teygjum þetta. Þetta magnað. Og alltaf verður hann eins. Þetta þú þetta 1000 sinnum? Örugglega 1000 sinnum, 2000 sinnum. En þetta teygjan heldur mjög lengi í þessum fatnaði, í báðum þessum flíkum. Og svo ég hérna í 3. típunni af peysum. Hvað sérstætt við þessa peysu ég í núna? Þessi peysa, það hægt að snúa henni við. Hún hlýrri svona eins og í henni núna. Þannig að ef það heitt, þá getur bara snúa henni við og það betra. Og við þökkum þá Einar í Under Armour kærlega fyrir spjallið. En eins og við sjáum það, þá ég búin að snúa peysinu við. Þetta allt annað líf miklu svalara og algjörlega ný flík. Svo lít ég bara í kringum mig og sé alla þessa fegur nærri mér. Ég tók því sem gefnu en staldraði aðeins við. Ég á réttum tíma á réttum stað. Hverjum get ég þakkað fyrir það? Ég opnaði augun og hjartað fann á ný betra líf af því ég fór loks að trúa því annað væri eitthvað annað, eitthvað meir og við. Við erum velkomin á CrossFit-leikana 2011 en CrossFit-leikarnir eru annað mótið í EAS þrekmótaröðinni. Við erum stödd hér í Ártúnsbrekkunni í blíðskaparveðri og það eru rúmlega 200 manns skráðir til leiks. Það keppt í einstaklingskeppni, parakeppni og liðakeppni og keppnisgreinarnar eru af ýmsum toga. Til að mynda unnið með ketilbjöllur, lóðum lift og síðan hlaupin upp hérna brekkana á bakvið okkur. Hún nú ekki beint árennileg. En við skulum líta aðeins á mótið og sjá hvernig þetta fer fram. Segðu mér Leifur, hvernig sker þetta mót sig úr frá hinum mótunum í þrekmótaröðinni? Þetta mót heitir CrossFit-leikarnir. Það eru crossfitarar sem halda þetta mót og þannig að hér í rauninni allt leyfilegt sem við notum í crossfiti. Við notum meira kannski stangir og lóð heldur en hérna við sjáum í hinum mótunum. Og svo erum við úti á þessum frábæra stað hérna í Ártúnsbrekkunni í Elliðaárdalnum. Þannig að það sker sig líka út frá hinum mótunum. En það kannski helst þetta eru crossfit-leikar. Við notum hérna crossfit aðferðafræðina sem svona grunna því sem við veljum inn í mótið og það eru æfingar sem þar eru. Hér með hann Hadda, hann að fara að keppa í karlaflokki, einstaklingskeppni, fyrsta skipti. Ég ætla aðeins að spjalla við hann. Hvað segirðu Haddi? Hvers vegna ákvaðstu að taka þátt? Byrjaði í crossfit til að fara að keppa í enduro í motocrossi. Svo kom keppnin í Íslandsmeistarann í Keflavík og ákvað að pröfa. Skráði mig alla keppnir þar á, bara til að sjá hvernig þetta kemur út. Og hvað ertu búin að vera lengi í CrossFit? Ég byrjaði í desember síðasta ári.
Og finnur mikið munaður? Gríðarlega mikið mun. Hvernig gekk í lífstíðsmeistaranum? Ég náði öllum markmiðunum, ég kláraði brautina, ældi ekki og var ekki síðastur. Og hver eru markmið þín fyrir þessa keppni? Bara ná mér eins miklu reynslu og ég get til þess að geta gert eitthvað meira næsta ári. Ég óska þér góðs gengi sem fylgist með þér. Takk fyrir. Crossfit-leikarnir byrja á einstaklingskeppni en hún í 2 hlutum. Í fyrri hluta eru 4 æfingar, þá þurfa keppendur að klára eins margar umferðir og geta á 10 mínútum. Fyrst eru 12 ketibjöllu þröstarar með 2 bjöllum, þá þarf að ýta sleða 12 metra að hindrunarhlaupsgrindum, síðan hoppa keppendur 12 sinnum yfir grindurnar og ýta svo sleðaðum tilbaka að bjöllum. Þá kemur 12 mínútna hlé. Betra líf að því ég fór loks að trúa því alla væri eitthvað annað, eitthvað meir og miklu stærra og fann á ný betra líf að því ég fór loks að trúa því alla væri eitthvað annað, eitthvað meir og miklu stærra en allt sem Þetta er Sigríður Gunnarsdóttir sem æfir í bootcampi á Akranesi og hún var einmitt að ljúka hérna voddi nr. 1. Hvernig gekk? Ég veit það ekki, ég bara ánægði að klára þetta. Mér fannst bara eins og ég væri alveg dauð, ég bara fegin að ég kláraði. Hvað ertu búin að vera að æfa lengi? Ég er búin að vera í bootcamp núna bráðum í ár. Varstu búin að æfa eitthvað sérstaklega fyrir þessa keppni? Svona aðeins, reyna svona, já. Hvers vegna ákvaðstu að taka þátt? Bara svona áskorun á sjálfa mig. Ég ákvað að fara bara með því hugarfari að bara ögra sjálfri mér. Og það er algjörlega þannig. Ég er þvílíkt að ögra sjálfri mér. 3 mínútur og 35 sekúndur liðnar. Þetta er alveg, það er nóg ögrun. Í næsta ráðsópi. Þetta stefnaði einhverju fyrir næsta vodd? Að klára það, bara vonandi. Og eyðileggja ekki á mig bakið í réttstöðurlyftunni. Ég bara óska þér góðs gengis. Takk. Í seinni hluta þarf að ljúka 250 metra brekkuspretti. Þá eru 3 umferðir að réttstöðulyftum og burpees með hoppi yfir stöngina. Fyrst 21 sinni hvor æfing, þá 15 sinnum og loks 9 sinnum. Seinni hlutanum lýkur eins og hann hófst með brekkuspretti. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there to drink my wine. Plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey. Elvar, heldur þetta dugir til sigurs? Já, ég bindi vonið það. Held að. Erfitt? Já, þetta er mjög erfitt. Mjög erfitt. Hvort voddið var erfiðara? Fyrra voddið. Ég fór alveg með lappna á henni. En já, fyrra voddið er erfiðara. Þetta er meira sem ég fíla. Hlaup og létta þyngdir. Hérna er komið 1 par sem er að fara að taka þátt í parakeppninni. En það eru Gunni og Fanney og þau eru bæði að æfa hjá CrossFit en þó hjá sikkurri stöðinni. Hvers vegna ákveðuð þið að taka þátt sem par? Bara út af skemmtilega heitum. Skemmtilega áskorun, bara með góðum félaga. Hafið þið áður tekið þátt í parakeppninni? Nei, ekki. Nei. Hafið þið einhverja væntingar? Bara að vinna þetta. Bara að klára þetta. Að sjálfsögðu. Herri, þá segir ég bara gangi ykkur vel. Takk fyrir. Næst er komið að parakeppninni en hún er byggð upp á svipaðan hátt og einstaklingskeppnin. Í fyrri hlutanum skiptast pörin á að gera æfingarnar en í seinni hluta hleypur parið saman en síðan gerir annar aðilinn þröstera og hinn burpeesa.
gekk bara fínt. Spurðu hann, ég get ekki talað. Nei, þetta var mjög gaman. Við höfum gefið alls vel og gátum í þetta. Síðasti sprettur var mjög erfiður en þetta tókst. Bara frábært. Hvort votið var erfiðara? Þetta, maður búið að keyra sem úti hinn og á ekki mikið eftir. Brekkan viðbjóður. Ekki spurning. Flott, frábært mót. Glæsilegt, til hamingju. Takk. Hér eru staddar hjá mér Dirty Nine úr lífstíli Keflavík en þær eru einmitt efstar í 39+ flokknum í liðakeppninni. Jæja stelpur, hvað segið þið? Hvernig líst ykkur á þessa keppni? Bara ljómandi vel. Það verður spennandi. Mjög vel. Hvernig henta þessar keppnisgreinar ykkur? Já, þær henta bara fínt. Þetta er alveg rosa vel planað hjá okkur, held ég. Nei, ekki? Jú, þetta áttur að ganga vel. Við fengum smá reynslu í fyrra, sko. Við erum svona aðeins undirbúnir að núna. Hvernig fer brekkan í ykkur, svona sálrænt? Hún er svolítið ógnvænleg. Já, svolítið ógnvænleg. Samanlega. Hún verður flott, við erum búin að hita upp í henni nokkuð sinnum. Það verður piece of cake, sko. Takk fyrir og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Að lokum var komið að liðakeppninni en hvert lið samanstendur af 5 einstaklingum. Liðið byrjar á að hlaupa saman 800 metra en svo þarf hver og einn liðsmaður að klára ákveðna greinar áður en næsti gerir, líkt og í boðhlaupi. Að endingu hleypur liðið saman annan hring. Það er rétt mörðu liðakeppnina af kvennaliðunum. Hvað segir þið stelpur? Hvernig líður ykkur? Þetta var yndislegt. Æði. Þetta var síra. Síðasta hlaupa kom virkilega óvart hvað svo erfitt það var. Það var alveg gjörsamlega búin á því. Ég sá gaman að hvað þetta snerist líka bara samvinnu, hjálpa okkur annar í seinasta hlaupinu. Það skilur sér. Bootcamp. Það er allskyns fólk sem kemur og tekur þátt í EAS þrekmótaröðinni. Og sumir hoppa bara beint inn í keppnina á þess að vera sérstaklega undirbúnir. Hér erum við með markmann í handbolta hjá Fram, nánast atvinnumaður, Magnús Gunnar. Hvað segirðu, hvað ert þú að gera þetta? Já, ég er svona varamaður hjá Fimmtindum. Stebbi, hann hringdi í mig fyrir síðustu helgi og spurði hvort ég get ekki aðstoða það og ég ákvaði að slá til eftir að hann taldi mér trú að þetta væri ekkert mál. En við erum búin að komast á öðru, þetta er drull erfitt. Ertu búin að æfa greinina sem þú tekur? Já, ég er búin að taka reynsli, 2 og ég náði ekki að klára í fyrra en seinast þá náði ég að klára ágætis tíma en ég er bara fullur bjartsýn í dag. En ertu ekki þrusu formið þar sem þú ert að spila handbolta? Það er nú þannig með okkur handboltamenn að þegar við komum svona inn í sumar þá erum við alltaf í okkur svona slakasta formi náttúrulega. Svolítið síðan sísón endaði en jú, maður er alltaf í svona ágætisformi allavega. En maður er náttúrulega bara svo óvanur þessu, þetta er svo mikil keyrsla.
Sigurvegarar í einstaklingskeppni CrossFit-leikana voru Anný Mist Þórisdóttir og Elvar Þór Karlsson, en þau sigruðu jafnframt Íslandsmeistarann og eru því komið fullt úr stiga í EAS þrekmótaröðinni. Þá frábærum CrossFit-leikum lokið í dag, en næsta mót í EAS þrekmótaröðinni er bootcamp-keppnin og hún verður haldin í lok ágúst. Við sjáumst þá! Næsta keppni í EAS þrekmótaröðinni er bootcamp-keppnin, en hún verður haldin á íþróttasvæðinu að Varmá í Mosfellsbæ næstkomandi laugardag. Við hvetjum alla að koma og fylgjast með, en keppnin hefst klukkan 9 morguninn. Bootcamp-keppnin verður svo sýnd fimmtudaginn 13. október hér á Stöð 2 Sport.